daginn og velkomin í 27. þáttinn minn hérna á YouTube-rásinni minni. Í dag er 9. apríl, mánudagsmorgun 2018 og ég heit Helga og ég er handavinnu óð. Nú, ég er hér ansi snemma á ferð í dag. Ég vaknaði klukkan 3:30 í morgun og þá var ég bara klár í að fara á fætur, eða heilinn leið ekkert frekara möndl þarna í draumaheiminn, svo ég bara dreif mig fram úr og fór inn í stofu og prjónaði nokkrar umferðir í sjali og hafði bara hægt mig svo að bóndinn fengi svefnfrið og svo bara leið hann farin í vinnu núna upp á 7 þá ákvað ég bara að kýla það, drífa mig í þetta og já, bara velkomin innilega, gömul og ný og alltaf gaman að rabba við ykkur og gaman að segja frá því að ég hitti enn einn áhorfanda minn upp í Galleri Snotra á laugardaginn. Ég var að vinna á föstudag og laugardag, óvænt upp og var svo heppin að þar kom inn ein sem að ég hef rabbað mikið við síðan ég byrjaði á þessu brölti mínu og bara æðislegt að geta sett andlit við nafnið. Það er svolítið gaman að nú er þetta orðið svona persónulegra einhvern veginn allt saman og já, maður er búin að kynnast mikið af frábæru fólki í gegnum þetta. Nú, svo var önnur sem hafði orð á því við mig á Instagram að hljóðið væri ekki að skila sér í upptökunum. Ég sjálf var ekki í neinum vandræðum með það á þeim tækjum sem ég hef kíkt á það á, en ég náttúrulega bara prófa að hækka allt í botn, bæði á upptökutækinu og þegar ég hleði þessu inn á klippiforritið og svo yfir á YouTube passa að það sé allt bara í botni, þannig að það er alltaf auðveldara að lækka heldur en að það er ekki hægt að hækka það sem er í botni. Þannig að ég ætla að sjá hvernig það reynist. Já, ég ætla að fara yfir klárin mín og hvað verkin í vinnslu og hvað er á döfinni og hvað datt í pokann og svo framvegis. Nú, ég held að það sé bara ekkert eftir nein að bíða og við bara vindum okkur í þetta, fáum okkur kaffisopa og ég ætla bara að byrja á því sem ég er í og það er Tegna peysan eftir Boyland Knits og þetta er svona sumarpeysan mín, hún er bara ermastutt og svona létt og hún er prjónuð á 3 og 3,5 mm prjóna og ég notaði ólitað ópalgarn, eða ég átti ólitað ópalgarn og litaði það og notaði 272 grömm, þannig að 3 svona 100 gramma hespur af handlituðu garni eins og það típist selt dugir í svona flík. Ég ætla bara að standa upp til þess að sýna hana almennilega, en hún er með svona blóndubekk hérna neðst á henni. Hann náttúrulega má vera í alls konar lengdum á hönnuðinum, þá er hún bara rétt fyrir endar og rétt fyrir neðan buxnastrenginn. En ég bara ákvað að reyna að nýta eins mikið af garninu og ég gat. Og það er píntrykki af því að maður er að gera þetta neðan frá upp. En það hafðist. Ég kallaði ágætt að hafa bara átt þarna ykkur 20 grömm eftir. Og síðan er hún bara prjónuð upp og þegar það er tekið úr fyrir ermunum þá fyrir maður að prjóna fram og tilbaka og líka bakið
Og það er enginn svona sérstaklega kragi, þetta bara rúllast svona niður, ermarnar teknar upp lykkjurnar og þær prjónaðar bara á og pínlítið stroff hérna og punktur og basta. Mjög einfalt, þægilegt og fljótlegt. Og þegar maður búið með blúnduna þá er þetta náttúrulega bara eins og að prjóna feitan sokk upp að hérna bólurinn sjálfur. Og ég gerði large stærðina og þetta er bara mjög vel skrifað og skiljanleg uppskrift og bara mæli algjörlega með því. Ef þið getið prjónað eftir enskum uppskriftum þá er hún mjög flink að útskýra aðeins að fara í einhverjar málalengingar með það. Þannig að ég mæli með Boyland Knits á Ravelry. Þetta er sennilega þriðja flíkin sem ég ger eftir hana. Ég gerði tvær sem sagt þetta er þriðja. Ég gerði tvær einspessur og svo eina. Ég gerði tvær sem sagt highway. Þessa og ég man ekki hvað þarna. Hvort þið sjáum hvað hann heitir. Nei, þetta er gáfulegt. Það er alltaf bara peysan sem ég skrifa. Og ég er of syfjuð til þess að geta leitað svona hrætt í heilanum. Já, þannig ég var bara rosa ánægð með þetta. Síðan var ég búin að sýna ykkur að ég var að byrja á svona grifflum, puttalösum grifflum eftir uppskrift frá Pearl Soho, en það var bara, mér fannst hún bara leiðileg uppskriftin og ég rakti það bara upp, fann mér aðra sem heita Ravenhill og eru á Ravelry og ég veit ekki hvort það sé selt núna, en allavega þegar ég fekk uppskriftina þá var hún frí. Ravenhill. Og þeir eru svona og þetta er rosa næs í bílinn eða tjaldvagnin þegar það er kalt og maður er samt alveg frjáls til þess að gera allt, en maður verður alltaf ekki kalt á höndunum. Þeir eru tveir. Það er par og þetta var ótrúlega fljótgert. Ég byrjaði á þessu í vinnunni klukkan 4 eða 5 á föstudaginn og kláraði á það áður en ég fór í vinnuna á laugardagsmorgunum klukkan 11. Og ég notaði í þetta 3 mm prjóna Austimann Stepp og það fór ekki nema 28 grömm af þessu, af lit 1035 sem er bara svona, bara litur, bara beige litur. Nú, þriðja klárið, það er nefnilega, ég er búin að gera svo mikið peysum, þannig að það er rosa gaman að vera að gera svo mikið smá hlutum, þeir eru svo fljótur að verða tilbúnir. Og svo, já, fullnægjandi að vera að gera svona lítil verkefni aftur. En ég gerði húfu sem heitir The Twister eftir Kate Jones hjá Bakery Bears og þetta var frí uppskrift fyrir stuðningsaðila YouTube-vídeó rásarinnar þeirra og ég notaði garn eftir breskan litara líka sem heitir Amy og er með Stranded Dye Works fyrirtækið og svona lítið það át. Það eru svona falskir kaðlar hérna í brugningunni og síðan er pínu áferð hérna á húfunni sjálfri, svo setti ég dúsk með smellu, bara svona aðeins til þess að. Og ég á náttúrulega ógeðslega mikið eftir að garninu, þannig að ég ætla að gera grifflur í stíl þessar. Og svo ætla ég bara að gera svona stutta eða lága sokka úr restinni. Af þessu garni. Fullnýta bara alveg í það. Síðan kláraði ég jólasokkana 2017 sem ég byrjaði á núna í mars.
Þetta Twas the Night Before Christmas eftir Daniel Horgey sem Little Bobbins Knits eða Little Bobbins á YouTube og Ravelry. Og þetta sérst handlitagagn eftir sjálfa mig. Og ég veit ekki hvort þið sjáu en það svona gull þráður í því. Það mest mjög viðeigandi í svona jóla. Af því upp á, og utanverðum sokkinum svona 4 jólatrí og svo bolurinn á trénu alveg niður að tá. Og ég fór alveg eftir uppskriftinni nema ég setti þessa brugningu ofan á, svona fyrir táskilin. Og bara þessi hefðbundni hæll. Og hér sé ég lausa lykkju. Ég þarf að kíkja eitthvað á þetta. En í mína stærra sokkum ég að nota svona einhver til upplýsingar 64 til 66 grömm samtals. Sem sagt, ef ég með 2 liti þá ég náttúrulega samt alltaf inn í þessum. Og það með við að það svona 18 til 20 umferða brugning, 60 umferðir áður ég fyrir hælinn. Og þegar ég búið með hælinn þá 60 umferðir áður ég byrja á tánni. Og ég nota 64 lykkjur og 2,25 mm prjóna í 95% tilfella fyrir sokka í þessum grófleika. Þannig að ég man ekki þetta par númer 4 held ég á árinu. Ég var sannlega ekki eins snar í sokkum á þessu ári og síðast en það, ég ekki byrjað að nota eitt einasta par af þessu sem ég gerði fyrra því ég enn bara að nota þessu sem ég gerði hitt í fyrra. Reyndar ég að nota á pínlítið gjafir líka. Nú, svo var þetta sem ég gat ekki sagt eitthvað frá í síðustu viku. En ég var að pröfuprjóna fyrir Guðlaugu á þráðum á YouTube. Hún var sérst að henda sér í hönnunarlaugina og bað mig að pröfuprjóna það fyrir sig. Og ég var alveg til í það. Mér finnst þetta alveg ótrúlega, ég dáist að fólki sem fer út í þetta því að ég bara sennilega svona, já ég allavega nennis ekki. Mér finnst bara æðislegt að fá uppskriftir í hendurnar og bara láta mata mig. En svo sem ég neita því ekki að eftir ég fekk japansku prjónabiblíuna þá kviknaði löngun í að þú veist að því nú maður kom með grunninn að nú ég aðeins að fara út fyrir efni sem sagt grunninn að uppáhaldspeysusniðinu og hvernig sokka uppskriftin manns og allt þetta að þá svo auðvelt orðið að fara að bæta inn í svona munstrum og svo les sem maður getur bara pikkað upp úr þessari bók. Og það væri svo sem ég væri sérst alltaf að stela grunninum frá einhverjum öðrum og myndi svo bæta við einhverjum munstrum sem einhver annar hefur hannað, þannig að það verður aldrei neitt svona beinlínis mitt, þannig lagað. En að gera þetta frá grunni, það finnst mér alltaf magnað. Nú og þegar maður pröfuprjónar svona, þá bara fer maður nákvæmlega eftir því sem að hönnurinn segir. Þannig að fyrsti vettlingurinn, hann ekki eins góður og seinni, af því maður verður náttúrulega að sjá hvar vitleysan liggur ef það einhver vitleysa. Og nú sé ég að þumallinn á fyrri betri heldur en þumallinn á seinni, en ég var bara svo æsti að klára þetta svo að þetta tilbúið fyrir daginn í dag. En hér þetta. Og mér minnir að þetta hafi verið veggfóður eða flísar sem voru hjá ömmennar sem hún fékk innblástur í að gera þetta munstur og Guðlaug rosalega hrifin af svona geometrískum
mynstrum og svona sem er svona villandi fyrir huga og augu og og það var ekki fyrr en ég var búin með fyrri vettlingin og byrja á seinni sem ég áttaði mig á víxluninni frá brugningunni og í vettlingin. Þá upplifi ég eitthvað svona víxlun sem er ekkert endilega víxlun. Þetta bara, hugurinn alveg fermann, ég veit ekki með mann hvert. Nú og það er mynstrið á utanverðum þumlinum og svo í lófanum er bara svona einfaldi krossar til þess að flytja gatnið yfir í handabakið aftur og þetta er fyrri, þannig að úrtakan á einum stað er ekki, hún ásast að vera tekin úr með aðalitnum sem í mínu tilfelli er þessi hvíti. Þannig að úrtakan á að vera í svona. En af því ég var að fara nákvæmlega eftir leiðbeiningunum þá gerist þetta. Þannig að við erum búin að vera að kasta á milli okkar það sem þarf að má betur fara. Þannig að megin er þetta orðið betra. Og svo hér rugla ég einhverju úrtökunni á þumlinum á að vera svona. En það er ekkert víst að ég sjá þetta. En mér finnst þetta æðislegir og ég notaði 2,5 mm prjón og Navia Duo, hún var með 2,25 og hennar, og ég var svo heppin hann að ég hitt hann daginn og fekk að máta hennar og hann passar nákvæmlega eins og þessi, þannig að hún prjónar greinilega lausar en ég, eða ég er mikið fastar en hún. Þannig að já, ég notaði þessast Navia Duo og á hvíta litnum fóru 30 grömm og af þessum karrígula 27 grömm. Þannig að það er bara rétt rúm dokka í heildina sem fer í þetta. Þannig að maður þarf bara sitthvern litinn af Navia Duo í verkefni sem er náttúrulega bara æðislegt. Og já, ég hendi þeim bara, ég ulla þvott í gærkvöldi og þeir komu út og það var æðislegt að hafa það því að ég er eiginlega búin að gefa alla vettlingana sem ég hefði passað í. Og ég ætla að eiga þessa, þetta er æðislegir. Og Guðlaug sýndi, hún var að byrja að gera annað parið og það var úr hvítu og bláu, svona postulínsbláu. Það var líka rosa fallegt, þannig að það er svona high contrast eða mikill munur á litnum er geggjaður í þessu munstri. Og ég segi bara til hamingju Guðlaug með að henda þær í djúpu hönnunarlaugina. Mér finnst þær æðislegir og hvet alla vettlinga áhugamenn að fylgjast með þegar þessi dýrð verður gefin út. Þannig að, og hún kallar þetta reó-vettlingar, þetta er svona retro look á þeim, eða útlit og já, hún örugglega, ég hef alveg grunnar það að meiri hlutin af eitthvað sem horfi á mig, horfi líka á hana, þannig að þið vitið að það þarf bara að fylgjast með hjá henni þegar að útgáfu kemur og já, og hún setur örugglega á Instagram hjá sér og það minnir mig á það. Ég er náttúrulega glemt að segja ykkur að þú veist hvað mig er að finna og allt það, en ég seta bara þarna í upphafi hvar það er. Maður er svona bara, já, ég er sigið. En ég ætla að vaka þang til ég var búin að keyra hrafntinni minni í leikskólanum og fer svo heim og fæ mér það bara kríu. Nú, þá er ég búin með klárið. Við erum bara ógeðslega ánægð með þetta. 5 klár, 4 svona smærri verkefni. En það þýddi það að ég snerti ekki hinar 2 peysurnar sem ég er að vinna í. Og ég hugsa að ég snerti þær ekkert fyrir en ég verði komin úr húsmæðraorlofinu og það er bara hlæg.
nú bara gaman að vera að gera þessa litlu hluti og svona svolítið að njóta þess að vera með þetta létta léttu hlutin í gangi núna. Það bara ég orðin spennt fyrir að fara út og ég spennt fyrir sumrinu og svona pínu eirðarleysi í mér, og þá það heilar að hafa eitthvað svona sem einfaldar að lesa úr heldur en einhverja styttar umferðir á baki á peysu eða kaðlarnir eða það. Þannig að já, ég einbeiti mér að þessu smá dóti, og þetta þýðir það að af þessum lista sem ég tók þetta uppfylljunaræði á miðjan mánuði í mars, þá bara fitjaði upp á öllu því sem ég var búin að skrifa niður. Þá á ég bara eftir að fitja upp á einni svona bríóshúfu og jólagjafa vettlingapörunum fyrir börnin. En ég nefnilega gerði smá svona vinnuskipti við eina dömu sem að koma frá Ameríku, eða vöruskipti. Ég ætla að setja rennilás í peysu fyrir hana og hún verslaði fyrir mig vettlingabók og kaffi. Og ég fæ það þegar vikuna eftir að ég kem frá Spáni, og það er svona ákveðið að vera að geta stressa mig á vettlingunum. Mér langar að sjá hvað þessi bók hefur upp á að bjóða áður en ég helli mér út í það. Það verður gaman ef þetta er svona bók eins og ég held að ég get bara prjóna mig í gegnum hana. Já, þannig að það er í rauninu bara þetta tvennt. Ég nefnilega í nótt eða í morgun þá fitjaði ég upp á, fitjaði ég upp á, ég ætla ekki að segja afsakið í hvers skipti, því að þetta verður núna bara svona. Fitjaði upp á Vertices Unite eftir Stephen West. Og það vita svona flestir örugglega hvað sjálf það er. Þetta er snilld í svona afganga, því það er ekkert brjálæðislega mikið. Þú veist, hann gefur upp metrafjöldan sem fer í þetta. Og þú veist, í aðallitina þá er þetta bara kannski 70-80 grömm af hvorum lit og síðan innan 50 grömm af hinum þremur. Allavega með þetta, en ég skrifaði skilmerkilega niður nákvæmlega hvað ég með mikið af hverjum lit í töskunni hjá mér. Sérst, vigtaði bara til þess að sjá svo í lokin hvað verður, og ég hugsa ekki stærðina á þessu. Það er sérst gefnar upp upplýsingar hvernig sem sagt. Já, það er betið. Já, fyrirgefið. Já, það er sérst gefið upp upplýsingar fyrir stærð small og large í uppskriftinni sjálfri, en svo eru margir búin að átta sig á því hvernig má gera medium til dæmis. Og það útskýrist bara af þeim litlu fjölda sem að þú endar með á prjónum eftir fyrsta kaflan. En ég ætla bara að elta uppskriftina alveg. Það er stilt og prúð. Nú, þá best að ég bara sýni ykkur hvað ég var að gera í nótt. Þetta er sérst upphafið af Vertices Unite. Það eru rendur. Og ég ætla bara að vera svolítið brætt, sumarleg og með svolítið glaða liti í þessu. Og þetta er allt þessi svona fingering. Það er gulur, appelsínugulur og ljósgrænn og blár og fjólublár. Og þetta er allt lanett, baby lanett eða lippa. Bara, þú veist, gatt sem að ég átti hérna í hillunum. Og já, það var bara, ég er með 4 mm, það gefið upp 3,5, en ég geri vilt öll sjöl á minnst kosti 4. Þetta eru Addi
Eina sem mér finnst snúran ennþá að þvælst fyrir mér af því hún 100 cm löng og rosa lin. Þannig að ég svona pínu pirruð á henni í augnablikinu en það líður hjá. Þetta fyrir að stækka og þyngjast. Nú síðan eru það, ég að kíkja hérna í bókina mína svo ég sé ekki að gleyma neinu. Síðan það sokkaparið og ég sé þetta þætti þá setti ég svona prjónamerki til þess að sýna ykkur hvar ég var og hvað ég komin langt og það alltaf hvetjandi. Þessir heita Vintage Frost og eru eftir sama hönnuð og sokkarnir sem ég kláraði í síðustu viku, hérna Wood Nymph og þeir eru fríir á Ravelry og þetta sérst handlitagatn eftir mig, svolítið í þessu appelsínugula, greinilega, svona laxableik og appelsínugula og þetta sérst frá brugningu og niður og hérna munstrið og hér Maríubjallan sem ég setti í, hérna var ég í síðustu viku og ég hef eins og ég hef alltaf sagt þá reglu, ég að færa Maríuerluna á nýja staðinn, þá ef ég kem því við að þá klára ég alltaf eina endurtekningu af munstrinu áður en ég legg það frá mér. Ég get alveg sýnt ykkur það því að þetta frí uppskrift, þetta bara 4 umferða endurtekning, þannig að það mjög þægilegt. Og þá veit ég alltaf hvar ég en annars ef ég þarf að henda þessu frá mér og rjúki eitthvað annað þá reyni ég bara að haka við hvar ég stödd. Og hérna eitt svona samsettur póki sem ég gerði ekkert tímann að ganni mínu. Þetta svona einn af mínum uppáhalds sem ég gerði. Ég rosa gul og svona, nei, hringi ekki bara vekjarinn. Klukkan 7. Síðan það My Cup of Tea Socks og það eru 12 umferðar endurtekning á mynstri og ég með á sikkurum prjónunum einfaldlega bara því að þannig voru þeir skrifaðir, sérst munstrið. Það hérna sést ekkert rosa vel að þetta svo dökkgrátt en það verður svona pínu áferð á því og þetta bara svona, verður bara svona klassískir sokkar og hér merkið síðan síðast og ég á bara eftir að gera eina munstur endurtekningu á þessum áður en ég byrja á hælinum þannig að það ætti nú að fara að koma því. Ég á aðeins fleiri umferðir eftir að hinum fyrir sokkunum og þetta hérna töðra sem hún Dóra systir mín sem mikil útakona gaf mér fyrir mörgum árum og ég reyni alltaf að hafa eitthvað í honum, svona eitthvað létt sætt. Síðan það Pelikanna pókin minn. Ég nú ekkert voða duglega að halda eftir pókum fyrir sjálfa mig af þessu sem ég geri en mér langar svo að eiga þessa Pelikanna þannig að ég fékk mér sikkura pókana af því en þetta og hvað heitir þetta aftur? In Line for Pumpkin Spice Latte heita þessir og þeir eru svona með kaðli og svo gerfi köðlum hérna og ég að gera það báði í einu og þetta alltaf 2,25 þessi sem ég að sýna ykkur núna 2,25 mm grófleika af prjónum. Hér var ég síðast nú fær ég það
Þetta eru 8 umferða endurtekningar en eru svolítið tímafrekar af því að en samt, þegar maður er komin svona getur verið að prjóna og ótruflaður þá ganga þær rosa vel og þetta er Austumann Stepp. Ég ætla ekki að tyggja þetta endalaust í ykkur hvað þetta er. Þið hafið séð þetta allt áður. Já, þannig að eins og ég segi, ég ætla ekkert að sýna ykkur peysurnar einfaldlega því að ég hef ekkert gert í þeim. Og eitt geisp. Og þá eru þetta sérst verkinvinnslu. Eins og ég sagði áðan að þá ég ætla að byrja bara á húinni og vettlingunum en er ekkert að stressa með því. Nú, svo ætla ég að sýna ykkur hérna hver á döfinni. Já, það er grifflurnar sem ég ætla að gera eins og hvernig í húfinu er. Þetta er Amy hjá Stranded Dye Works. Þetta er Flamingo Legs heitir þetta. 75% merino og superwash merino og 25% nylon. Þannig að það er bíður. Síðan, já, ætla ég að gera svona hlýja sokka á bóndan úr Austumann Stepp 6. Og þetta er með aloe vera og jojoba eins og allt steppgarnið frá Austumann er. Þannig að þetta er bara eins og prjóna með handaburð. Ég er hætt að geta að nota íslensku lópa, nota bara ykkur óþoli og en áður en að ég tók það ákvörðun að hætta með það. Þá var æðislegt að nota steppið inn á milli til þess að mýkja hendurnar upp. Og þetta er frekar gróft, þetta er DK grófleiki. Þannig að þetta eru 150 grömm í dokkunni og það eru 375 metrar. Og þetta er gefið upp fyrir prjóna 3-4 og þetta er 75% supervass ull, virgin wool og 25% polyamide sem er bara nylon. Ég þarf að kíkja á Ravelry og sjá hvort eitthvað sé búin að það er nú örugglega einhver búin að fytja upp á sokkum á þessu sem maður sé, maður þarf örugglega mun færri leikjur en úr fína garninu. Og þetta er geymt í svona tilrauna poka. Ég nefnilega gaf einn svona poka í gjöf í samprjóninu eftir sjalið Quality Street sjalið sem var inn á Sölum Sjölum og ég gerði einu svona pröfu típu og var einmitt að ganga frá vinningnum í gær og hann fyrir upp á post og svo eftir. Þannig að þetta er bara dreigir svona saman hérna ofan og svo er þetta bara svona eins og lítið veski. Það er svolítið mikil meiri vinna í að gera þetta heldur en þessar hefðbundnu töskur sem ég er að gera, þannig að ég þarf að vera í spesstuði til þess að gera þetta. Sjá. Hérna er svo, ég fytja upp á og sletta á þessu í dag. Hérna eru dregin hnébuxur sem hann Hilmir Þór ætlar að vera að hafa klárt fyrir nafnavísluna sína og þetta er merino extra fræn frá Drops liti 28 Northern Lights og já, þess að segja, ég ætla að byggja upp á því á eftir og ef ég verð búið með það áður en ég fer út þá er það bara allt í lagi. Engin pirraður yfir því og í þessum poka er hún Laufey og
þetta er kjóll á sem ég ætla að gera á hrafntinu mína. Og hún valdi litinn sjálf. Og þetta er hérna Baby Merino litur númer 39 frá Drops. Svona mix, þannig að þá er hann pínu sprengdur. Þannig að amma ætlar að byrja honum í dag. Og hér er ég byrjað að tína saman hérna fyrir húsmæðraorlofið. Ég ætla bara að hafa með mér hérna einu svona dokku, gera sokkar handa Helga mínum. Þetta er Vestmann Stepp-litur 0343 og kemur til með að líta svona út, cirka bát. Og þetta er eins og með Step 6, það er hérna Aloe Vera og Jojoba. Og síðan ætla ég bara að hafa með mér heklunálar, bómullagarn og hekla nokkrar tuskur handa gestgjöfum mínum sem ég verð hjá hana úti. Og skilja eftir tuskur hjá þeim. Það verður pláss í töskunni. Ég ætla nefnilega bara með handfarangur og ég verði ekki komin, ég verði einhvers staðar á þælum stað með kjólinn á hrafntinu, þá fær hann líka að koma með. Þannig að hérna, já, og jú, svo er hérna, fór ég aðeins á Etsy fylleri, með pínu. Mánaðamótin af því ég var búin að vera svo dugleg eða eitthvað. Ég fæ mér þetta bara mér sýnist. Kaluna Socks. Þetta er eftir hérna þetta er eftir Sopran Knits Design, Becky Sørensen. Og ég átti að finna eitthvað ofboðslega fallegt og svona gatt sem að ég vil ekki stela miklu af þessu ótrúlega skemmtilega munstri. Ég bara kolféll fyrir þessu þegar ég sá þetta fyrst hjá henni. Og hérna og hlakkar rosa til að prófa. Og það fylgdi með ný útgáfa af hæl hjá henni sem hún kallar bara New Depths Heel og þetta er svona dýfkona hæl, styttum umferðarhæl. Þetta er svona af því að þessir hefðbundnu short rose heels eða styttu umferðarhælar, þannig að Fislip Kiss heels og German short row heels og allt þetta. Þeir henta ekkert öllum af því það er eykst ekkert ummálið yfir ristina eins og gerir með Haldorhæl eða frönskum hæl og þessum gömlu góðu. Þannig að bæði, ég sé þetta hjá Becky og hjá mínu Philip, þær hafa gefið út svona leiðbeiningar hvernig er hægt að framkvæma þetta og ég skildi aldrei almennilega lýsinguna hjá mínu á tá og uppsokkunum. Ég skildi það því ég fór frá brugningu niður en mér fannst það of ruglingslegt til þess að ég lagði í það í hinn áttina. En Becky, hún gerir þetta sem sagt þannig að ég veit ekki hvort það sjáast eitthvað á myndinu en ég skil allavega hvað hún er að fara. Þannig ég ætla að prófa það. Þannig ég þarf að finna eitthvað beautiful garn í þetta. Hafa eitthvað sem að ég mun láta mig lagt til að gera það ekki með heim. Fyrir utan það að klára það sem að verður. Ég ætla reyndar að vera alveg hrikalega dugleg að reyna að losa þetta smádót af prjónunum áður en ég fer út. Síðan hún Emilia Björna sem er með Arctic Knitting podcast og Arctic Knitting Yarns Company. Hún handlitar sérst garn út í Noregi en gerir það bara svona núna eftir tíma og löngun af því að hún er komin í fulla vinnu í garðbúð og er mikið að prjóna fyrir búðina og svona sýnishorn og svoleiðis. En hún er líka hefur verið að hanna og ég hef bæði unnið uppskriftir eftir hana og ég hef pröfuprjóna fyrir hana og hérna
Og hún svona svolítið frökk og skemmtileg og blátt áfram típa, fílana. Og ég var að hugsa, sko, fyrstu podcastin, ég byrjaði að horfa á hann alveg frá upphaf og ég sagði, Jesús, hvað mikil fílupúki, hún var alltaf alveg fellega svona, upplifði hann alltaf svo önuga, en ég var bara svo gaman það sem hann var að gera. Ég horfði á hana og svo smám saman breyttist það, en það kom nú bara daginn, hún var bara dauð feimin. Þannig að það kom svona fram eins og hún væri bara að gera okkur greiða. En það var alls ekki þannig. Og hún er svona svolítið fyrildi og svona út allt og bara skemmtileg típa. En hún, ég heldur hún hafi verið að fá 2000. áskrifandan á YouTube-rásinni sinni og í tilefni af því þá var hún með 50% afslátt af öllum uppskriftum í búðinni hjá sér. Og ég nýtti mig það var sjálf hana sem ég var búin að horfa lengi á. En náttúrulega vantaði ekki enn eina sjálfa uppskriftina af því að ég á hundruði. En þú veist, hver slær hendina á móti 50% afslætti? Það sem maður getur selt sjálfum sér. Og þetta heitir Midnight Sun Shawl. Og þetta er bara 2 lita, mjög einfalt og fallegt sjal. Og ég ætla að velja einmitt eitthvað fallegt í þetta og ég man til með að segja eitthvað svona ljósi þess að, þú veist, 50% afsláttur. Ég ætla að segja eitthvað svona aðeins frá bók sem ég er búin að vera að hlusta á. Ég ætla að finna hana. The Year of Less, höfundur Kate Flanders. Og ég var að hlusta á hana að lesa þetta í hljóðbók. Hún les þetta sjálf. Og hún er að tala hún eitt alltaf efni fram og gat aldrei gert neitt af því að hún var alltaf að, þú veist, hún gat svo lítið ferðast sem var hennar stærsta áhugamál af því að hún var alltaf að eyða peningunum í óþarfa og drakk reyndar líka mjög og hætti því nú svo og fór svona að taka almennt til í lífinu hjá sér og losa sig við allt þetta sem hún bara þurfti ekki á að halda, bara einfaldaði líf sitt alveg brjálæðislega og afskráði sig af öllum þessum gylliboða tilboðs, tölvupóstum og allt svona til þess að bara að láta freistingarnar hjálpa sér við að fækka freistingunum. Og meðal annars þetta talar hún hann þessi gylliboð, 50% afslátturinn eða 2 fyrir 1 eða ef þú kaupir fyrir þetta mikið og ferðu fría póstsendingu og allt þetta. Þannig að það var svolítið fyndið að meðan ég var að hlusta á þessa bók að þá var ég að kaupa mér sjálfa uppskrift með 50% afslætti. En svo að ég er alveg sko með henni alla leið í þessu og þetta er svolítið sem við höfum verið að reyna að tileinka okkur að hugsa svolítið áður en við kaupum og endurnýja bara hlutin þegar hann er ónýtur og losum okkur við ónýta hlutin og endurnýjum svo. Þannig að það er svolítið svona, þetta var svona frekar kómísk stund að vera að reyna að hlusta á þessa möntru hennar og bara krossbrjóta mig alveg í næstu sekundu. En ég fekk mér líka aðra, þessi búin að vera í körfunni hjá mér Ravelli síðan að hún gaf hana út og þetta er hún Álfrún eftir hana Björgu. Ég var búin að gera þennan fyrstu kápuna sem hún gaf út sem var alveg trillt. Ég sýndi ykkur henni einum af fyrstu þáttunum og svona ljós fjólblá eða svona lavenderblá og ég misti pínu brjóna hamingjuna þegar ég var búin með hana en ég ætla samt að gera þessa en ég ætla ekki að gera hana korter í jól eins og ég hitti fyrir að ég gerði hérna og ég ætla að gefa mig tíma í þessu og skiptir ekki máli fyrir hvað jól eða hvað páska hún var tilbúin fyrir. Nú ef að hrafninu eru vaksin upp á henni þá er þetta bara virkilega fallegt stofustás ef það kemur ekki önnur stelpa í hópinn. Nú, svo var ég að horfa á hana So Sweet Violet á podcasta hennar og hún er bresk svona fín frú og svona viðkvæmt blóm, viðkvæm fjóla. Nema hún gerir alveg óboðslega fallega hluti. Hún gerir einhverja fallegustu verkefnatösku sem hún getur
eignast og ég hef reynt svo mikið að eignast en það er alltaf selst upp bara leið hjá henni. En hún hefur líka ótrúlega nefnt auga fyrir fallegum hlutum sem aðrir að gefa út og gera og ég hef sagt að fyrst ég get ekki eignast eitthvað eftir hana þá ætla ég bara að herma eftir eitthvað sem hún hefur gert sem mér finnst ógeðslega afsakið orðbragðið fallegt, rosalega fallegt. En hún saumar svolítið út og ég hef alveg gert það líka og hún útskýrir það með þessu munstri fylgja rosalega góða leiðbeiningar og allt þetta. Og ég hef búin að kíkja lauslega í gegnum þetta og hún lígur engum með það. En þetta sem sagt er svona. Fekk þetta inn á Etsy og ég sló bara, ég fór inn á bloggið sociviolet.co.uk og þetta var bara linkur undir síðasta podcastinu sem hún gaf út. My Mother's Day Gift, minnum að hún hafi kallað á blogginu sínu og það er linkurinn inn á þetta. Og þá fær þessast munstrið, leiðbeiningar og allt með þessu. Ég veit ekkert hvernig ég ætla að gera það en þú veist, I had to have it. Og svo sagði ég ykkur frá því, ég fekk hana Interpretations 1, 4 og 5 bókina eftir Hóhi Lókatali og Veru Valamaki. Og það er rosa erfitt að finna númer 2 og 3. En ég þurfti að fara suður eftir henni síðustu vikudaginn held ég. Ég maður ekki, ég var að keyra systur mín út á flugvöll. Komum við í Handbrjón í Hafnarfirði, ég var á eftir sýningu það. Og svo þegar ég var búin að sækja Helga í vinna þá stökk ég inn í litlu prjónabúðina í Faxafjörðinu og var þar að skoða gatn og það var ekkert sem freistaði mín. Sennilega því að ég var mettuð eftir handprjón. En svo rak ég augun í, að ég var reyndar búin að sjá það á Facebook síðan að hún væri að selja Interpretations. Og ég hugsaði, kannski er eitthvað þar. Og þar var síðasta eintakið af númer 3 bókinu. Ég skellti mér á það. En nú vantar mér bara 2. Þannig að nú fer ég að fara á alheimsnetið og að finna. Og ég á eina uppskrift úr þessari bók. Ég er búin að prjóna þá peysu. Og það er raggapeysan mín sem heitir hérna Kind. Þessi hérna. Og ég gerði hana úr gráu og það er peysa sem að systir mín var að vera búin að prjóna á þannig að hann lést og ég ákvað að prjóna peysu á mig upp úr því og þannig að ég sé alltaf að það er 2-fald ást í hverri lykkju og þetta verður peysan sem ég mun reyna að fara mjög vel með og nota samt en þetta er algjörlega minningapeysanum mínum hann og í þessu er þú veist, þetta sé alveg hérna baksíðinu. Mér finnst það alveg rosalega fallegt, einfalt, eins og ég hef oft mikið fyrir eitthvað vesen. Þá finnst mér einfaldleikin í þessu sjali alveg rosalega. Það er enginn svona, ég get eiginlega sýnt yfir teiknum myndina því að þá fáum við uppskriftina bara beint í æð. Þetta sýnir þetta eitthvað betur hérna. Þetta er alveg, og þú veist, jú hérna þetta. Aðeins. Óslega einfalt en fallegt. Og, þú veist, peysan eftir Veru Hartfeldt. Afsakið. Sýningur hérna baki á henni, það er svona, þetta er svona opin golla með svona blúndu á bakinu og í kraganum. Það er falleg og svona einhverju léttu garni fyrir svona utan yfir fínan kjól. Já, það er sama vandamáli með þennan, þú veist, mér langar að gera
annað hvernig ef ekki hvellhlut í þessum bókum og ég veit að mér endist ekki ævin þannig að ég verð bara að forgangsraða af því að mér var gefin hérna þessi bók Einrúm. Ég var búin að sjá hana niður búð og svona já, nei, og hausinn var ekstra allt annars staðar þegar ég fletti gegnum. Svo kom önnur sem var að leita að ákveðinni uppskrift og hún rennir í gegnum þetta og bara þannig peysan og ég fyrir eitthvað skona og bara hei, vá, þetta er alveg frábær svona grunn peysu uppskriftabók. Þú veist, hérna er bara svona hefbundin hérna peysa og það eru alls konar opnar grófar jakkapeysur og þetta er náttúrulega allt gert með einrúm garninu í huga en hérna það má alveg heimfæra þetta á aðra tegundar garni eins og allar aðra uppskriftir. Síðan er það handprjón. Mér langar að nefnilega gera á Erni og Hilmi Þór, hérna Grandpa peysuna eftir Tinkan Knits. Gramps heitir hún. Hrikalega sætt. Og það sem er svo frábært við Tinkan Knits hönnuðina er að það er, þú veist, þetta er venjulega frá barnastærðum og upp í 4XL í fullorðins dömu. Það er búið að umreikna þetta allt saman. Og hérna, þannig að ég er búin að sjá marga podcastara með hérna að gera þetta og var alltaf hrifnar að þessu. Það er gefið upp Madeleine Toss Vintage. Ég er ekki alveg til í að splæsa því í drengina mína þó ég elski það afar heitt. Þá fá þeir ekki alveg strax svona dýrkat, þeir fá alveg lúxuskat en það þarf ekki að kosta. Þú veist, ég vil ekki að mömmunnar sé eitthvað stressaðar yfir því að láta börnin vera í flíkunum. Þannig að ég keypti hérna kasket 220 sem er selt í handprjón og þeir verða báðir með þennan gráa grunnlit og svo þennan. Þeir eru báðir, Erna er allavega bláðir og ég hef grunn að Hilmir Þór verði það líka. Og síðan keypti ég eitt svona af því að það eru afgangur. Það ætla ég annarkvort að gera vettling eða húfu á mig úr svona munstu vettling eða húfu á mig úr afgangnum. Eða eitthvað. Eða bara einlita húfu eða eitthvað. Þannig að þetta er eitthvað sem ég þarf að vinda. Ég hugsa samt að þetta bíðinahang ég kem frá húsmæðraorlofinu. Samt að ég ætla ekki að vera eitthvað að segja eitthvað svona og þú stendi ekkert við það. Nú, ég sjá glitta hérna í töskur á gólfinu. Ég er að fara í skemmtilegt partí á miðvikudagskvöldi held ég. Þá ætla ég að vera með svona hvernig lita á garn í heimahúsi námskeið fyrir starfsmannafélag í Reykjavík og byrja að tína saman hluti í það og lagt til þess. Og ég hugsa að ég verði svo að bjóða ekkert upp á neitt svoleiðis aftur fyrir í haust. Ekki nema að sé eitthvað sérstakt sem kom upp á að þetta er alltaf svona, þú veist, þetta tekur tíma og maður þarf að vera með réttu hlutin í þetta og svona. Þannig að hérna, já, ég ætla að gera það á miðvikudaginn. Svo ætla ég að fara til útlanda á sunnudaginn og vera þar fram á föstudag hjá vinkonu minni út á Alicante sem býr þar.
og já, eins og ég sagði, þá kom áhorfandinn í búðina á laugardaginn og hún var líka að sækja töskur, verkefnitöskur sem hún hafði gert af mér og hafði alltaf nálgast leið og hún myndi sækja gaddpöntun sem hún var að bíða eftir en gaddni var því miður ekki komið en ég er aldeilis heppin og hún var bara, þú veist, og við að þetta var svona spontant ákvörðun, ég var búin að hvetja henni til þess að láta mig vita af sér ef hún var að koma upp yfir svo ég geti hitt hana og hún einhvern veginn gerði það ekki en svo bara birtist hún hana og ég bara náttúrulega var fyrir tilvíðun að vinna þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt og hún horfði á mig, nei, hæ og ég alveg og þá kynnti hún sig og ég kveikti náttúrulega strax á perunni þá en þetta er svolítið fyndið sko það veit allir hvernig ég lít út en ég veit ekkert þú veist, þeir eru búin að sjá mig á náttfötunum sko þannig og það var bara æðislegt og hún hafði alla við töluðum svo mikið að henni gafst á alla tími til þess að strjúka öllu garninu en jújú, hún samt komst í álnir og tók töskurnar sínar og kíkir svo bara aftur þegar garnið henni kemur þannig að það var rosalega gaman og já, annars er bara, já, ég er búin að vera í rannsóknum bara og er bara að bíða og eftir fréttum úr hvað framhaldi verður þar. Ég vona að verða ekkert flóknara en bara að setja mig á lyf við því og það er bara vor í loftið og þessi skítkalt, vorið kemur hægt og hljótt til okkar og eins og ömurlegt það var nú að geta bara alls ekki sofna aftur hann í nótt og þá var alveg dásamlegt að horfa á birtuna, eða finna birtuna breytast þegar ég sat inn í stofu og heyra alltaf fyrst heyri ég einum fugl og svo bættist alltaf í og svo kom brjálaður kór fyrir restina, það er mikið fuglalíf í trjánum hjá okkur í garðinum þannig að það var yndislegt en ég hef alveg samt verið búin að kannski sofið meira en í 4 eða 5 tíma sko en það er alltaf leið það dreipur mikið þetta hefur svo sem alveg gerst áður nú ég get nú kannski nei, já, ég var að dunda mig við að gera prjónamerki sem er að fara niður í búð en þau fara bara í gegnum búðin þannig að jú, ég ætti náttúrulega að sýna ykkur það hvað sett ég nei, í þessu ég var náttúrulega að fá nýtt stöff í það svolítið svona skemmtilegt ég finnst það rosa gaman að vera með svona svona appelsínusneiðar og þetta eru svona eplasneiðar melónusneiðar og það er jarðarber, jarðarber og svo er alltaf hvað heitir þetta grænadepli eitthvað og svo brósin, það er svona klemma sem að ég nota eins og ég sýna ykkur til þess að hengja á til þess að annarkvort að sjá hvar maður byrjaði á umferðinni eða til þess að fylgjast með árangrinum og þetta er selt niður í Gallerí Snotra túskallpakkinn það er eitthvað slatti komin þangað þannig það var ég að dunda mig við í gærmorgun þannig já, ég held að þetta sé bara komið í bili og nú er alveg minnst okkur 2 vikur þá til við sjáumst næst og ég á þetta sakningar alveg það verður kannski ekkert skrítið að gera þetta næsta mánudag þá verð ég bara ekstra sleikja sólna og bara með heklumnálina eða bara rótið á sólbekka eða eitthvað, ég veit ekki það verður bara eitthvað notalegt og skrítið samt að vera að fara ein. Ég hef aldrei farið ein
Svo ekki ég, það eitthvað, ég 20 ár síðan ég fór ein til útlanda. Samt ekki, ég var með fólki, en án Helga, en ég alveg að fara ein í fyrsta erlenda flugi mitt. Og það var náttúrulega skrítið að vera án Helga, við erum svolítið föst saman á mjögum, en það var líka gott fyrir okkur bæði held ég samt. Og það var gott fyrir kroppinn og hausinn að komast í smá hlýju og svona gíra sig inn í sumarið fyrir ævintýrin sem þar bíða. Þannig að ég óska ykkur bara góðra handavinnu vikna og ég vona að ég hafi eitthvað að sýna ykkur þegar ég kem tilbaka ef ég verð ekki bara alveg eins og ykkur algjör haugur að nóti og nenni ekki að gera neitt. Og já, ég vona bara að þið hafa haft gaman að og ég vona að hljóðið verði í lagi. Ég ætla að kíkja almennilega á þetta og við bara sjáumst. Takk fyrir í dag og bless bless.